Góðan daginn og velkomin á Stafrænan morgun hjá Stafræna hæfniklassanum. Í dag höfum við fengið til okkar frábæran gest eða hann Ágúst Björnsson, framkvæmdastjóra hjá ST2. ST2 vinnur með mörgum af fyrirtækjum á Íslandi í innleiðingu á viðskiptagreind, sjálfvirknivæðingu og stafrænni umbreytingu. Þessi verkefni að mestu byggð á Power BI, Microsoft Power Platform og tengdum Microsoft vörum. Í dag mun Ágúst ræða við okkur gagnadrifnar ákvarðanartökur og hvernig við nýtum okkur Power BI og Power Platform í þeirri vegferð. Við viljum hvetja ykkur á meðan fyrirlesturinn stendur að senda okkur spurningar og taka bara þátt í fyrirlesturinn með okkur. Þannig við viljum bara endilega fá spurningar inn og við annarkvort svöruðum bara meðan þær koma inn eða það bara í lok þáttarins. Áður en ég hleypi Ágústi þá langar mig að þakka rosalega vel fyrir móttökur sem að Stafræni hæfniklassin búin að fá hingað til. Við erum búin að fá fullt af erindum frá fólki, við erum búin að fá fyrirspurnir frá fyrirtækjum og við viljum bara endilega hvetja fólk, ráðgjafa, fræðsluaðila og fyrirtæki að halda áfram að hafa samband við okkur. Einnig langar mig til að minna á næsta Stafræna morgun sem verður næstkomandi þriðjudag, en þá ætlar hún Sesselja Birgisdóttir, forstöðumaður nýsköpunar og markaðsmála hjá Högum að heimsækja okkur og hún ætlar að ræða við okkur hvað átt við þegar rætt stafræna vegferð. En þá ætla ég að hleypa honum Ágústi að. Gjörðu svo vel, Ágúst. Takk fyrir þetta, takk fyrir kynninguna og velkomin á þessa kynningu hjá okkur. Og eins og við sjáum hérna á glærunni hjá okkur þá var þetta kynning sem átt að vera á síðastliðin þriðjudag en vegna veðurs þá var þetta fælt. Þannig að ég ætla nú bara að byrja á því aðeins að renna yfir og kynna mig og okkur á litið. En efnistökin eru það sem að Eva nefndi eru gagnadrifin ákvarðanataka með Power BI og Power Platform. Þetta ekki hugsað sem bein svona vörukynning þannig þó svo við sem að tala þetta. Við erum raun að draga þetta fram sem verkfæri sem að fólk getur notað, eru ekki dýrverkar og mörgum þetta aðgengilegt nú þegar með núverandi leyfum frá Microsoft, þannig að það ekki stór fjárfesting sem að þarf að leggja til. Þannig að örlítið bara skýring á efnistökunum. En örlítið mig, ég framkvæmdastjóri hjá ST2, hef verið í þessum hugbúnaðar bransa ansi lengi, verið erlendis unnið og starfað erlendis í 15-20 ár og svona síðustu árin verið að færa mig aftur til Íslands þó svo að við sem enn að vinna ýmisleg verkefni og aðkomaða verkefnum erlendis hjá ST2. Ég var starfsmaður Microsoft, þróunardeildar Microsoft í Seattle og var með teymi sem að sinnti svona skýjaþjónustu, það sem kallar onboarding í Evrópu og víðar. Þannig ég hef svona ákveðin bakgrunn inn í Microsoft heiminn og hef verið viðloðandi Microsoft í langan tíma, þó svo áður en ég var það starfsmaður. En í dag erum við á fullu með ST2 og erum að vinna verkefni með mörgum fyrirtækjum sem að falla undir þennan ramma sem að hæfnisklassin að raun og sinna, þó svo hæfnisklassin sé raun og að sinna öllum eins og það þetta aðgengilegt öllum. Og ég mun sýna hérna í lokin nokkur dæmi verkefni það sem við verum að vinna. Hver við? Hérna eru andlitin örsnögt, erum lítið teymi en mjög fókusirað á þessi verkfæri og þessa vegferð sem þar Hvað gerum við? Jú, við erum í þessum stafrænu umbreytingum mikið og það kannski hluti af efnistökunum í dag mikið í mælaborðum stjórnenda upplýsingum en það á ekkert endilega við hæstu level í fyrirtækjum því það notkun á mælaborðum og gögnum og gagnadrifin ákvarðanataka okkar vinna að færa það ekki bara á efsta lagið heldur þvert yfir allan reksturinn. Mun sýna ykkur nokkuð dæmi það eftir. Við erum í mikið í því sem kallast svona sérlausnir viðskiptavina og þar erum við að smíða lausnir með Power Apps og Power Platform getum við sagt. En allt tengist þetta saman meðal annars inn í Dynamics 365
og þar með líka þessum sjálfvirknivæðingum og annað. Við vinnum talsveit í því í úttektum á innleiðingum með fyrirtækjum og þar höfum til dæmis verið í að farið inn og gert úttektir á því að sjá, við erum byrjuð á einhverju BI, einhverju gagnagreininga, gagnavinnslu verkefni, förum í og tökum þetta eins út og leggjum til hvaða leiðir var hægt að gera til þess að auka virði fjárfestingana á meðan að verkefnið og svo enn og aftur eftir að verkefnið er lokið og þá er það spurning not og nýtingu þessar afurða. Nú af hverju Power Platform, af hverju Power BI og þessi vegferð hjá okkur? Við horfum mikið til þess þeirra stefnu og strauma sem Microsoft hefur verið að setja sér í sínum lausnum og sínum því sem boðið er hjá þeim og eins og Satya hefur nefnt að þá er þetta svona í kjarnin í því sem þau eru að gera, bæði tengt Dynamics og svo einnig tengslin við Azure og allt sem þar er. Nú hvað er Power Platform? Flestir þekkja Power BI en svo eru þarna, getur við sagt, þrjár einingar sem eru kannski minna þekktar þó svo við erum farin að sjá loksins á Íslandi umtal og virkni inn í því sem kallast Power Apps, þar sem verið að búa til alls konar app, hvort sem það eru fyrir síma eða kerfi sem notu bara í spjaldtölum eða tölvum og svo sjálfvirknivæðingarnar og svo enn og aftur með spjallmennin sem eru að reiða sig til rúms, mjög gaman að vinna í því umhverfi líka. Þannig að þetta eru svona heildar einingarnar sem inn í því sem kallast Power Platform. Nú þetta dregst svo saman, kannski áhrifin fyrir áfram, þannig fyrir neðan er verið að vísa í gervigreinda hluta, það er verið að vísa í tengingar við önnur kerfi, af því að þó svo að þetta sé talað þetta sem Power Platform, þá er þetta einmitt einingar sem eru mjög auðtengjanlegar við aðra hluti, þannig að þetta er ekki svona einhver eyja. Við getum tengt við þín ýmsu kerfi, það eru mörg hundruð staðlaðar tengingar nú þegar og ef það eru ekki til að þá getum við búið þær til með ekki flóknum hætti. Höldum áfram, hvernig dregur þetta saman í þessari heildarsögu Microsoft Power Platform og Dynamics og gervigreind og er svoleiðis að þá er raun og veru allt þetta kemur saman inn í það eina heild, eina upplifun fyrir okkur sem notendur. Förum þá kannski aðeins nær okkur og í eitthvað nær umhverfi og hugsum hvernig getum við nýtt þetta svona á praktískan hátt, nýtt þetta á þann hátt að við séum að annarkvort að taka fyrstu skrefin í einhverju stafrænni vegferð eða við séum að taka ákveðin ferli núna fyrir á annan hátt. Og ef við horfum á gagnadrifna ákvarðanatöku í þessu samhengi, þá sjáum við hérna bara þetta típiska gögn og greiningar og þá eru við að taka þetta einmitt yfir á þá næsta er að út frá þessum greiningum eru annarkvort teknar framkvæmdar einhverjar aðgerðir, hvort sem það eru mannlegar eða kerfislegar. En svo aftur samsíða því leggjum við þessa sjálfvirknina inn í ferlinn og sjáum hvernig getur þá sjálfvirknin og aðgerðirnar auðgað þau gögn frekar og auðgað þá ákvarðanatökuna og auðvelda okkur alla þá vegferð og gera það mesta úr þeim gögnum sem við höfum á hverjum tíma. Ég mun vísa aftur í þetta og eftir og aðeins að setja þetta í samhengi við það lausnum sem ég ætla að sýna ykkur. Nú, ef við fellum svo ofan á þessar út frá þessum vörum að þá erum við bara með gagnagrunna og svo Power BI og hugsanlega Power Apps eða einhverja aðra aðgerðir sem þar eru og svo Power Automate það sjálfvirkni hlutin sem sinnir þeim aðgerðum. Hvernig svo raungerist þetta bara svona gagnvart okkur sem notendum og neytendum að þessu? Hérna eru bara nokkur skjáskot af afurðum. Uppi vinstra megin eru við með app í síma eða einhverja virkni í spjaldtölvu eða tölvu. Niðri vinstra megin eru við með
mælaborð sem búið að fella inn í Teams, þannig að við erum að vinna í Teams á hverju degi og við erum að vinna einhverjum rásum og þarna er búið að fella inn einhverja sölupípu greiningu. Fyrir miðjunni uppi er einhver mælaborð þar sem við gerum, við vorum að ferlisgreina ökutæki, þar sem að eru raungögn úr bílum sem eru að ferða hér höfuðborgarsvæði og þá erum við að sjá í hvernig var hreyfingaferlið á ökutækinu, hver var hraðinn, minnstir hraði og alls konar svoleiðis. Fyrir miðjunni er mælaborð sem við gerum fyrir Rauða krossin, eitthvað svona sjálfboðaliða mælaborð og svo þarna niðri er skjáskot úr sjálfvirknivæði viðmótinu og svo spjallmenni hann á fleygiferð uppi hjá okkur. Þannig þetta eru bara svona dæmi afurðir sem að geta komið út úr þessu. Förum þá aftur að efninu og sjáum gagnadrifin ákvarðanataka og stundum finnst mér erfitt að reyna að fara í einhverja þýðingar yfir á íslensku því að ef við horfum á þetta svona kerfislega eða síendurtekin not á gögnum við ákvarðanatöku og hluti af þessu snýst þá einmitt að virkja alla hagaðila sem að koma að ákvarðanatöku, alla hagaðila og þá er það bæði innri og ytri aðilar. Því að ef við horfum á samskipti við okkar birgja eða viðskiptavinni eða hvernig ákveðin teimi innanhúsi okkur geta nýtt sér gögn til betri ákvarðanatöku, auðveldari og markvissari samskipti. Allt eru þetta markmið í þessari vegferð. Og ef við skoðum þá sjónarhornið eða sýnina sem að við viljum alltaf horfa á í þessu, það er kannski þessi 4 punktar sem að eru svona stóri fókusin í þessu. Það segir hvað gerðist. Þar eru alltaf svona, þetta er svona kannski gamla leiðin við það að í svona það sem kallast BI-verkefni er það sem bara, við horfum einhver söguleg gögn og greinum, já þetta var að gerast. Okay? Næsti kannski punkturinn er þá af hverju og sem að færist það yfir í hvað mun gerast og þarna erum við kannski farin að tala frekar um það og ég kem að því aftur og eftir er að okkar fókus þarf að vera og einmitt á þessum 2 punktum hann lengst til hægri þar sem við segjum hvað mun gerast og hvernig þá get ég látið að gerast og þá spurningin hvernig mun við sem einstaklingar sem þáttakendur í teimi eða rekstri hafa áhrif á þetta, hvaða kerfi munu hafa áhrif á þetta og hvernig getum við virkjað þessi kerfi og þá vinnuferla. Það ætla ég að henda upp hérna nokkrum dæmum verkefni sem við höfum verið að gera og ég veit að þetta er erfitt að horfa á en ég súmaði sinna þetta eftir að enn og aftur þarna verið uppi var ég að sýna var hérna ferlagreiningarnar og hér eru ýmislegt mælaborð með alls konar framsetningu sem til eru og kökur og súlur og myndir og hvað þetta allt saman. Ferlið við það að setja þetta saman eitt. Hitt svo hinn hluti af því einmitt að þetta að virkja notin. Fókusin á umræðinni í dag kannski meira það virkjunina og hvernig getum við dregið alla hagaðila að borðinu. Skoðum aðeins hérna til dæmis verkefni sem við vorum að vinna fyrir og eru reyndar enn fyrir Samgöngustofu. Og þarna verður að birta opinber gögn inn á þeirra vefsvæði. Áður voru þau búin að vinna einhver ákveðni framsetningu hér sem var aðgengileg og þau höfðu fengið alls konar umsagnir frá sínum ytri aðilum að það þyrfti aðeins að laga þetta til. Við lögðumst í þetta verkefni með þeim að auðvelda framsetninguna, þetta snýst bifreiðatölur skráningabifreiða, hvað mikið til að hverju, hvenær þetta skráð og ýmislegt svoleiðis og þarna erum við að birta gögn úr þeirra grunnum, bara það sem kemur að skráningum, þetta á þeirra ytri vef og uppfært reglulega. Þannig að þessi gögn eru nokkuð raun í þokkalum rauntíma þó það skiptir svo sem ekki alveg máli hvort að það séu 10 Toyota skráðar í dag eða í gær en svona heildinni þá getum við treyst á það að þessar upplýsingar séu nokkuð réttar.
Þetta skemmtilegt verkefni því að þarna var verið bara að draga inn einhver alls konar gagnagrunna og tengja þetta saman og gaman að vinna þetta með teiminu hjá Samgöngustofu. Hérna eru dæmi það sem við kallum svona upp eða einhver sértæk kerfi sem að við höfum unnið og erum að vinna. Dæmi þarna erum að vinna með skemmtilegt verkefni með samkaupum í framsetningu á vinnuferlum hjá þeim innanhús. Þau eru mjög skemmtilegri vegferð og gaman að fylgjast með þeim og taka þátt í þessu. Alls konar kostnaðarskráningar app hérna sem við sjáum hérna í forgrunni fyrir Bláa lónið. Ýmislegt annað sem við erum að vinna í þessu og hérna erum við svona, þetta getur verið einhver birtingarmynd á því sem kallast Power Apps en við höfum alveg fulla stjórn á því hvernig það og við getum tekið það þá inn í okkar stöðluðu framsetningu sem fyrirtæki að hvernig okkar brand kemur út á við. Nú, skoðum þetta eins áfram og ég búin að tala það að virkja notendur og hvernig gerum við það? Jú, tökum dæmi. Inn í Power BI þá er möguleiki hér að kveikja á einhverju sem heitir svona áskriftir eða áminningar. Þetta snýst það að ég stilli kerfið hreinlega til þess að segja, heyrðu, á hverju mánudagsmorgni eða hverju morgni klukkan 9 fæ ég tölvupóst sem að segja, heyrðu, hérna sýnin þín, hér eru gögnin þín. Þetta er að nota til þess að kveikja á virkninni. Við vitum það náttúrulega að svona virkni mun náttúrulega fljótlega verða að svona ruslpósti því að núna bara eins og í morgun ég búin að fá held í 10, við vorum að prófa þetta í gær aftur fyrir ákveðna greiningar sem við erum að gera. Núna í morgun ég búin að fá 10 tölvupósta eitthvað eitt hlut. Þannig að það þarf að fara varlega að þessu en þetta snýst það að ég hérna með einhverja framsetningu, hérna eru til dæmis með hótel, rekstrar mælaborðið okkar og hérna ég búin að setja inn, þarna punktur 1 þarna, þá vil ég segja, ég vil fá þessa áminningu daglega, klukkan eitthvað og þá fer þetta bara í gang og ég fæ tölvupóst þá með skjáskoti af sýninni og get hér þá farið inn og smellt á hérna skýrsluna eða myndina eða hvað það er hérna og þá tekur það mig beint inn í það og ég get farið að vinna með þetta frekar. Aftur, þetta ekki endilega einhver leið sem að við viljum við mælum með að sé hérna kannski keyrt mjög reglulega en þetta góð leið hins vegar til þess að minna þá aðila sem eru kannski nýir og við erum að fara að virkja í það að nota gögnin og draga fram upplýsingar þann hluta rekstursins að koma þeim inn í þessi alveg rétt, já. Ég vinn í tölvupóstinum, aðrir vinna á Teams. Ég vinn í tölvupóstinum, hérna, þetta mín ámerk, já, klikka hérna. Og svo á endanum getum við heilega slögt á þessu, það bara okkar reynsla. Því að annarkvort fer fólk þessa leið eða fer þá að nota, búið að kveikja á þessari hugsun á annan hátt. Þannig þetta góð leið að mínu mati til þess að byrja með fyrir þá sem eru raun og svona hálffastir í því að nota tölvupóst alltaf. Skoðum þá aðeins meira með þetta. Hér eru dæmi það sem að kallast alerts eða svona áminningar á annan hátt og hér eru líka að tala sjálfvirksöfnun gagna og hérna erum við búin að taka inn sjálfvirknivæðinga hlutan inn í Power-plattforminu og þannig að hér eru 2 hlutir í gangi. Það er annars vegar tilkynning sem að kemur til notandans og svo við tilkynninguna erum við að grípa þær upplýsingar og vista þær í gagnagrunni til frekari greiningar. Þannig að hérna erum við bara með einhverja einfalda sýn á eitthvað súlurit sem að sýni mér framleiða greiningu á einhverju vöru sem að þróun yfir tíma og í viku 17 er framleiðin hérna 55,7%. En ég er búin að hægra megin búin að setja það þannig að þegar að framleiðin fyrir vikuna fyrir niður fyrir 48% að þá vil ég senda tilkynningu eða áminningu á einhverja aðila og
og þá birtist svo tilkynning meðal annars inn í Power BI sem í einhverju formi eins og þetta sem geti verið. Getur þó líka birst sem tölvupóstur eða áminning, getur líka birst sem skilaboð, sjálfvirk skilaboð inn í Teams. En það sem gerist svo líka það að við þetta, að þá erum við með sjálfvirknivæði vélina í gangi sem að fer inn og segir, já, grípur gildið, segir þarna fórum við niður í 46% eða hvað sem það var þarna hjá okkur og við skráum það í grunninn. Þannig að nú erum við, ef ég ætla að hans að fara tilbaka hérna, nú erum við farin að vista í sér grunni og getur þá auðveldar, ekki grunni heldur í sértöflu, þá getur auðveldar farið að reporta á frávikin og frávikagreiningu á þessu. Þannig að þetta er einföld, og ég segi aftur, þetta er einföld leið til þess að framkvæmda. Það eru ýmsar aðrar leiðir færar í að gera svona flóknari tæknilega, en þetta, ef að inntækið á umræðinni í dag, hvað getum við gert til þess að taka skrefin í stafrænni væðingu, þá er þetta einmitt eitt dæmi þegar við erum að vakta einhver gögn og auka þau gögn sem eru menn frekar og geta þá reportað á þau. Þetta þá snýst einmitt inn í þetta sem við vorum að tala áðan þennan ring hérna, það sem að grunnurinn er að vinna birtingamyndin inn í Power BI, Power Automate þá að vakta þetta og senda þá gögn gögnin aftur inn í ganggrunn. Nú, ef við förum aðeins að lengra í svona pælingum, að þá inn í Power BI getum við farið og sett upp það sem kallast markmiðsgreiningar eða markmiðssetningar og vöktun. Og þarna erum við kannski komin aðeins dýpra inn í tæknilutan en samt ekki, því að hér getum við sett upp ákveðin markmið til dæmis ég vil að mínar sölupípan hjá mér fari hraðar og ég set mér þau markmið og fer þá í ákveðna framkvæmd með það. Ég vil keyra upp framleiðina og vöruveltana og fara ákveðin hátt eða hvernig sem þetta er. Sölumarkmiðin í krónutölum fyrir eitthvað. Þannig ég er bara búin að skilgreina hérna og flokka niður hvernig þetta er og ég er búin að á auðveldan hátt tengja markmiðið við einhver gildi í gagnagrunnunum hjá mér. Og með þessu birtast sem sagt markmiðin hér og Power BI fer þá sjálfkrafa í það að vakta þetta. Og ef við skoðum hérna bara eitt, þetta er erfitt að horfa á þetta er svolítið lítið, en ef við zoomum aðeins inn á þetta, að þá er hérna dæmi það sem verið er að keyra niður sölu, tíma söluferilsins og það var sett eitthvað markmið þarna og Power BI er þá að vakta þetta og við sjáum hvernig þróunin hefur verið og svo ákveðnum tímapunkti er markmiðinu náð og þá er því lokið að sjá þarna efst í listanum og þá sé það merkt sem completed. Þannig að þetta uppsetning á svona er ekki flókin, uppsetning á svo lengi sem við séum með aðgengi að gögnunum að þá er þetta ekki flókið að framkvæma en getur verið mikið virði fyrir okkur í okkar vinnu, hvort sem við erum í efsta lagi eða einhvers staðar þar á milli. Fyrir þá skoðum þá næsta dæmi og það snýst aðeins það hvernig getum við nýtt saman Power BI og Teams. Því að mörg okkar og eiginlega flest getum við sagt erum að nota Teams í einhverju formi, sum bara til þess að taka einhverjum fundi og öðrum stöðum er Teams kannski lengra komið innleggingu þar sem verið er að virkja ýmsa aðra hluti og inn í Teams og fella þar inn. En skoðum samt dæmi hér, það sem að hreinlega bara í einhverju spjalli, sem er einhverju þræði sem hér er, að þá er ég búin að senda einhver skilaboð hérna inn á einhverja rás eða hóp í Teams, skiptir ekki máli hvort er. Og ég byrjaði hérna einhverja ný samskipti, vel þarna í þessum punkturinn nummer 2, Power BI, og fer þá að leita eða velja hérna í listanum og segja, já, ég ætla að vísa til
hótelmælaborðsins okkar og fella það þá inn í spjallið, þannig leið og þetta verður hér, þá dettur þá inn í spjallið og þá geta þeir sem að eru þáttakendur í þessari rás, þessu teymi eða þessu spjalli og auðveldan hafa þeir, já, alveg rétt, þessi skýrsla og opnað hana eða farið í að gerast áskrifundur að tilkynningum hana. Annað sjónarhorn á sama eða svipuðu það að ég inn í Power BI skýrslu og ætla þá að segja, heyrðu, nú þarf ég að ræða við hann Magnús akkurat þetta Þannig ég búinn að vinna ákveðna vinnu, búinn að nota þá þær síur eða þær filtera sem inn í þessu og ég að grafa mig inn í ákveðna hluti í þessari framsetningu. Þarna er eitthvað verkbókald eða verkgreininga mælaborð sem við erum að gera og við erum búin að filtera niður á ákveðna dagsetningar, ákveðin verk, ákveðna byrgja ef maður rétt þarna bakvið eða eitthvað og segja, heyrðu Magnús, við þurfum aðeins að ræða þetta mál. Og leið og smelli þá þarna uppi það sem að númer 1 opnast þessi gluggi hér, hann fær þennan hlekk og hagurinn sem að þessu ekki bara það að við sendum hlekk á skýrsluna, heldur það að allt sem ég vann við að í þessum filteringum þessum var búið að velja vistast, þannig að þegar hann opnar þetta, að þá nákvæmlega byrt það sem að ég var að sjá. Þannig að ef við hugsum stafræn gagnadrifin ákvarðanataka einmitt þetta, minnka tíman og að við séum að tala sama hlutin. Ég fer þá inn, hér, deili þessu, móttakandinn fær þá hlekkin og sér nákvæmlega það sem ég var. Þetta bara auðvelt skref fyrir ykkur til þess að nota þessa virkni til þess að tala sama tungumáli þó séum ekki á sama stað á sama tíma. Þannig að þetta svona gott dæmi þetta. Annað svo kannski talandi Teams. Hérna frá því í gærkvöldi 10-leytið skýrsla sem að yfir öll þau teymi sem að ég þáttakandi í innan hos okkur og hérna hreinlega beint inn í Teams, þetta bara staðlað innbyggt, þá fellur Power BI beint þar inni, ég sé nákvæmlega hvaða teymi og öll þau teymi sem ég hérna í, hvaða virkni þar, hvað margir virkir, hvað í gangi, þannig að þetta hreinlega bara einfalt fyrir alla, við getum séð hvað er að gerast, þetta auðvelda manni það að við þurfum ekki að vera að skrolla í gegnum hvert teymi, skoða notifications eða eitthvað, hér sjáum við bara hvað er að gerast og við getum hoppa beint inn í þetta og skoða enn frekar. Ég búinn að tala eins sjálfvirknivæðingar og allt það og vísa þarna eins til vinnuferils áðan þar sem var að grípa gögnin. Ég ætla ekki að fara djúpt í þennan hluta, þetta svo sem ekki hluti af efnistökunum í dag, en ég vildi bara að benda á að hluti af þessu og hluti af þessari stafrænu vegferð einmitt þessi sjálfvirknivæðing og með nútíma tólum, hvort sem það heitir Power Platform eða eitthvað annað, að þá sú vegferð, sérstaklega sjálfvirknivæðinga hlutin, orðin mjög aðgengilegur fólki sem ekkert endilega djúpt tæknilega, með djúpan tæknilegan bakgrunn. En ég vildi bara minna á það að þetta aðgengilegt okkur, fyrir einhverjum árum var þetta aðeins fjarlægara, en í dag þetta mjög aðgengilegt og mjög þægilegt að vinna, þannig ég hvet ykkur til þess að skoða það í þessu samhengi. Það svo annar hluti af sjálfvirknivæðingunni, það sem að kallast RPA eða Robotics Process Automation, sem raun og veru sá sjálfvirknivæðing sjálfvirknivæðing á ferlum eða aðgerðum sem við sem mannfólki myndi þá framkvæma á annan hátt, þannig þá raun og veru getur við farið og hreinlega látið kerfið taka upp það sem við gerum á skjánum og framkvæma það svo sjálfvirkt eftir á. Það svona annar hluti af þessari sjálfvirknivæðingu sem líka aðgengilegur en þetta svona aðeins öðru meði. Þannig að ég hvet ykkur bara til þess að kynna ykkur þetta vel og þetta mjög þægilegt að vinna með og getur
bara auðvelda okkur daglega vinnu við ýmisleg störf, hvort sem það að monitora tölvupósta eða skjöl eða tilkynningar þetta eða hitt. Þannig að þetta bara koma þeim hluta af. Þannig að nú ætla ég að skipta gír og tala eins nokkuð verkefni sem við höfum verið að vinna og sýningur smá punkta það. Og ég ætla að byrja á dæmi byggingaverktaka og þetta reyndar á fleiri en einn og fleiri en tvo sem að verkefni sem voru að vinna fyrir viðkomandi þar sem að snerist það að stjórnendur og verkstjórar og höfðu ekki næga yfirsýn og oft gamla yfirsýn þau stöðu hverja verka eða verkþátta eða jafnvel dýpra í framkvæmdinni. Og til þess að komast þangað að þá var oft einhver svona copy-paste ferli sem var tekið úr hinum ýmsu kerfum, fellt inn í Excel, farið í einhverja filteringar og eitthvað sem var gert, einhverjar æfingar. Og endanum var það þannig að þau gögn sem var að vinna með voru, oft þetta kannski svona 2 vikna eða jafnvel mánaða gömul, þannig að sýnin á stöðuna var ansi gömul þegar var komið að hugsanlegri ákvarðanatöku út frá því sem var. Þannig að við hugsuðum áðan línuna sem vorum að segja, þetta erum við akkurat að tala hvað gerðist en ekki hvað að gerast eða hvað mun gerast. Kostnaðareftirlitið og þar með mjög tímafrekt því að það berast reikningar nú rafrænt inn í kerfin og þeir þurfa að samþykkja en þeir eru samt komnir inn í ferli og þeir eru sýnilegir. Þannig að ef við horfum á það verkefni sem við erum unnum í þessu tilviki og erum að vinna með öðrum, það að þá setjum við saman upplýsingar úr bókhaldinu, úr tímaskráningum, úr verkbókhaldi, berum það fram með Power BI. Gögnin eru uppfærð mjög reglulega, þannig að þeir sem að koma að ákvarðanatöku, stjórnun, kostnaðareftirlit eða hvað það eða með umsjón mannauðs eða hvernig sem það hafa mjög góðar og nýlegar eða nýjar upplýsingar það sem í gangi. Og þetta mjög skemmtilegt búið að vinna þarna og svo erum við einmitt að taka þá næstu skref þar inn í sjálfvirkni væðinga hluta til þess að gera þessa vinnu alla saman skilvirkari. Dæmi sem að geti verið komið úr þessu þetta reyndar úr demomælaborði sem við erum með hjá okkur innanhús, væri þá hugsanlega einhver svona greining á einhverju ákveðnu verki og niður á einhverja kostnaðarliði til dæmis, þannig að hér bara hreinlega verið að skoða eitthvað sem heitir frágangur í einhverju verki, skoða þá einhverja byrgja, einhverju ímyndu gögn og sjáu það reikningsnúmer frá einhverjum byrgja og þá eru hreinlega bara með hlekk, þess að þá getum við smellt á þennan hlekk, þá birtist rafræni reikningurinn sem barst beint í vafranum í PDF-formi, þannig að við erum að skoða kostnaðinn, hvernig hann fellur til við ákveðið verkefni, köfum inn í þetta og sjáum þá já, ég vil skoða þennan reikning. Þannig að hér erum við vinna á einum stað, þurfum ekki að loka okkur inn í bókhaldskerfið, heldur erum við bara beint með þetta hér í greiningarhlutann. Annað mjög skemmtilegt verkefni sem við erum að vinna og höfum verið í góðu samstarfi við KFC á Íslandi, þar erum við að vinna raun svona mælaborð fyrir það sem að ég kalla verslunarstjóra, sem þetta ekki rétt orð, rekstrarstjóra á hverjum stað og svo yfirstjórnendur það í því formið að þau þurfa að hafa yfirsýn í það hvað að gerast nákvæmlega núna á hverjum stað. Staðan fyrir var það að þau voru með eitthvað gamalt ólaptól og sýnin sem þau höfðu á gögnin var svona cirka 24 tíma pluss gömul því að þetta var uppfært frá því daginn áður og kannski erfitt að geta tekið einhverja ákvarðanir einhverjar breytingar eða bregðast við einhverju aðstæðum sem að koma upp með það sem gerist í gær.
Nú útkoman út af þessu það að við erum með skilgreint gagnaflæði sem við settum saman, kerfin eru rauntengt saman, allt birtist þetta í mælaborði sem annarkvort beint aðgengilegt í tölvunni eða í símanum, sem að sýni þá nákvæmlega hvað eru margir starfsmenn stimplaðir inn á ákveðin stað, hvað eru margar afgreiðslur á síðustu mínútum, síðustu korteri, hvað fjöldi, hver meðal sala, hvern kassa, hvern starfsmann, all þessi nýtingar, þessi gildi svona lykilgildi reksturinn birtast notandann, þannig að til dæmis verslunarstjóri sem að sér KFC í Hafnarfirði getur þá farið inn og segir, já nákvæmlega býttu, ég sé að það hérna röð hjá mér, hvað að gerast? Og þá sjáum við nákvæmlega hvernig þróunin hefur verið, varðandi nýtingu starfsfólks, varðandi nýtingu tímans og þá sölu greiningin í heild sinni. Þannig að þetta hérna mjög skemmtilegt verkefni og við erum búin að vinna með þeim núna í talsverðan tíma og erum einmitt þessa dagana að uppfæra hjá þeim þessa sýn og erum að gera þetta enn betra aftur. Þannig að þetta gaman að segja frá þessu. Nú, annað dæmi Ölgerðin. Ölgerðin á fullri ferði í stafrænni væðingu hjá sér og eru mjög framsækin í sinni vinnu og ef við sjáum myndinni hefum hægra megin við, þeir eru nýlega búin að byggja gríðarlega stóran framleiðslusal sem að verið að taka í notkun þessa dagana. Nú það sem að verkefni þar var það að staðan fyrir var svo að þau stjórnendur höfðu í sínum fundum til dæmis til þess að hafa sameiginlegar upplýsingar, þá var þarna einhver aftur copy-paste úr einhverjum mörgum kerfum inn, aftur Excel-vinnan við að hnoða þetta saman sem var svo sett yfir í PowerPoint og var það þar svona, steypan var inn að harðna, var þar í einhverja daga. Þannig að rauntíma upplýsingar voru ekkit endilega aðgengilegar. Það sem við gerðum svo var það að við settum saman mælaborð sem svo aðgengilegt stjórnendum sem að dregur saman úr öllum rekstrareiningum Ölgerðarinnar og þau geta þá farið inn öll saman að hafa öll sömu sýn þó svo séu alls konar filteringar og möguleika sem þau geta valið í sín þegar þau eru að greina þetta en það sameiginleg sýn, sameiginlegar mælieiningar. Þannig að fólk sé að tala saman í sama tungumáli það hvernig þróun á framleiðslu á ákveðinu vöru. Hvernig sölu tími á ákveðinu vörum. Þannig að eru mögulegar vantanir einhverju vörum. Þannig að þetta frábært að segja frá og hafa tekið þátt í. Það sem var svo aftur hvað leitaði þetta af sér og hvernig var þetta ferli? Því þetta ferli svona var einhverju mánuður en afleitt hagræði einmitt það eins og þarna. Það sem gæði gagnanna sem þau hafa hefur aukist verulega því að hluta af þessu þá tiltekt í núverandi ferlum. Það þarf ekki endilega að skrifa einhver kerfi upp og nýtt, heldur þetta hvetur þetta og knýr fram ákveðna tiltekt. Og þá líka í vinnuferlum, bæði í gögnum og vinnuferlum. Á sama hátt, eins og í flestum fyrirtækjum, þá eru mörg kerfi sem eitt sem sér þetta og annað hitt og þá hreinlega bara farið í einföldun aftur. Af því að með því að setja upplýsingar fram á sameiginlegan og á sameiginlegan hátt og sameiginlega sýn fyrir alla, það raun og veru setti það í gang að þau gátu þá kannski einfalda notkun á einhverjum hlutum og hætt kannski notkun á einhverjum hlutum. Og svo ýmis önnur umbótaverkefni sem var í gang varðandi það, hvernig var að gera þetta og draga þá inn einhverja aðra hagaðila og þetta heila frábært búið að taka þátt í þessu og við erum bara mjög stolt af því og þakklátt góðu teymi hjá Ölgerðinni í þessu verkefni. Annað dæmi hér reyndar erlent verkefni en skiptir ekki máli því að ég held að sagan kannski segja ákveðið. Þetta góðgerðarstofnun með 15 starfsmenn og 20 starfsstöðvar. Þau voru í ákveðinni krísu með það að við erum bara mannauðsvið bara ekki með
nógu gott kerfi varðandi orlofsbeiðnir og umsjón. Við bjuggum til ákveðið app sem þá annarkvort í síma eða tölvunni eða hvernig sem að sér þetta beinaferli, sér skráningar, heldur utanumhaldið, allt saman. Svo hver sem að yfirmaður hverra starfstöðvar, kallar hann, þá með sýnina samþykktir á orlofsbeiðnum með yfirsýn í Power BI og útkoman úr þessu þá einhver upp sem að mismunandi sýn í þessu. Það eru ákveðnar sjálfvirknivæðingar sem fer í gang, þannig að það vöktun á þessu, tilkynningar hitt, samþykktir hér og alls konar svoleiðis og svo Power BI skýrsla sem að þá aðgengileg og nýtanleg af þeim sem að koma að þessu. Þannig að þetta eru svona nokkur dæmi verkefni sem að eru og markmið hjá mér með þessu að draga fram þetta að við getum farið í svona gagnagreindar eða gagnagreiningaverkefni en það líka hægt að taka þau og ég meina gagnagreiningaverkefni sem eru löng og þung og allt það en svo líka hægt að taka þetta í smærri bitum og byrja smátt og láta þetta vefja þessu upp á sig og virkja teymin innan hús strax með þeim gögnum sem eru til nú þegar og þeim ferlum sem til eru nú þegar. Þannig að ég vona að þið séð haga þessu. Komum aftur hérna, það sem vorum að tala áðan varðandi sjónarhornið eða sýnina á þessa 4 punkta og ég vil þá bara hnykkja aftur á það að þarna uppi hægra megin raun og veru stóru punktarnir sem við þurfum að fókusa á raun og veru ekkert endilega eins mikið hvað gerðist, heldur meira hvað mun gerast og hvernig getum við haft áhrif á það sem eða hvernig getum við látið eitthvað gerast í framhaldinu. Og með tilkomu gervigreindar og ýmissa annarra hluta sem eru svona í fortíðinni eru kannski einhvers slags svona stjörnustríðs tækni nú orðin mjög aðgengileg og ekki neitt gríðarlega flókin í innleiðingu. Þannig að og við sjáum það bara með not á þessu tólum sem við erum að vinna með að þar eru mjög skemmtilegt að vinna og taka ákveðna hluti og byrja smátt og vinna sig svo áfram í þessu. Nú, þetta kannski svona dregur saman aðeins það sem að ég ætlaði að tala í dag og þetta með inntakið gagnadrifin ákvarðanataka og ég vona að þetta hafi nú svona sett aðeins í ljós svona þessi ferli sem að við erum að upplifa á hverjum degi og bara hvet ykkur til þess að skoða þessi mál en aftur þetta var ekki inntakið ekki endilega eitthvað sölupits á Microsoft vörum, þetta bara okkar raunveruleiki og þetta þau tól sem við erum að vinna með, það ýmislegt annað til en skoðið þau hvað sem það sem að endar ykkur og já, þannig að ég ætla að bara þakka fyrir mig í þessum hluta þannig að já, þá ætlum við að tilla okkur aðeins Já, takk hérlega fyrir þetta. Takk sem veist, þetta er gaman að segja frá. Já, þetta var mjög áhugavert og var líka svo gaman að sjá að þetta eitthvað sem að margir geta nýtt sér strax og kannski nú þegar til staðar eins og talar um. Ég bara hvet fólk til að senda inn spurningar ef það einhverjar. Ég hérna með 3 spurningar sem mig langar allavega til að spyrja þig en ég sleppi þér. Þannig að fyrsta spurningin bara mjög auðveld fyrir þig held ég sko. Hún þegar þú ert farin á stað í þetta, að því að nú talar þetta, þetta auðvelt, þetta kannski nú þegar hjá okkur. Hvað svona að taka langan tíma frá því þú byrjar að þangað þú ert í rauninni komið með eitthvað gögn til að taka ákvörðun? Það eru, ég vil fá að svara þessu í 2 vegu, af því að því að við horfum á hluti eins og það að geta sett upp einhverja vaktara, nú ég að tala hluta þetta, annars vegar sjálfvirkni hlutan og svo gagnagreiningar hlutan, skipta þetta sjálfvirkni væði hlutan, til dæmis, ef ég vil setja einhvern vaktara í gang sem að vakta fyrir mig einhverjar stöður og einhverjar söluprósentur eða hvað við vorum að skoða hann áðan,
þarna erum við að tala eitthvað sem þið getur gert sjálf á mjög skömmum tíma og við erum að tala kannski, þetta getur komið í gagnið á klukkutíma eða 2. Já, okay. Ef við förum í það að skoða að setja saman einhvern mælaborð sem að tekur á heildarrekstrinum, þá erum við kannski að tala einhverja, 2 mánaða, 3 mánaða verkefni. Það samt líka hægt og við sjáum það oft, og tökum oft þátt í því, að einangruð ferli, einangraði hluti sem að koma að rekstrinum, sem hægt að draga fram upplýsingar á mjög skömmum tíma. Og við vinnum á þann hátt að við svona í ítrunum, þannig við byrjum á því að bara taka smá bita og eigum mjög virkt samtal við okkar kúna, okkar viðskiptamenn, þannig að það raun og veru gerist mjög hratt, þannig að leið og mótaðili okkar hjá viðskiptamannu, það sem einlega þetta, virkur, þáttakandi, með aðgengi, að þá gerast hlutirnir mjög hratt. Erfitt að henda kannski einhverjum dögum eða vikum á borðið, en raunin bara svo að það hægt að draga fram upplýsingar sem eru með talsverðu virði fyrir fyrirtæki og notur mjög hratt. Já, ok. Já, frábært. En svo eins og þú tókst dæmi aðan í sambandi við ölgerðina, að þú talar að það að koma inn gögn sem hægt að taka ákvarðanir út frá. Já. Eru aðalega stjórnendur að fá þessi gögn? Eða þetta eitthvað sem að allt starfsfólk hefur aðgengi að og getur tekið þátt í eða? Já, mjög góð spurning og kannski átt að nefna það frekara því að það þannig að þetta aðgengilegt, sem heildar mælaborðið sem að þar aðgengilegt stjórnendum. Svo erum við búin að innleiða svona það sem kallast role level security eða það sem að stýrt eftir hvaða hlutverk þú hefur innan fyrirtækisins, þannig að það sjá ekki allir allt, sem þýðir það að mælaborðið núna komið niður á gólf í spjaldtölu sem þar þannig að fólkið sem að vinna í framleiðslunni eða hvar sem það hefur aðgang að ákveðnu hlutum að þessu, án þess að við séum búin að fara í einhverja tæknilega innleiðingu á nýju mælaborðið bara fyrir þau, heldur þetta mælaborðið, en það bara notenda stýrt hver sér hvað. Þannig að, já, þetta stjórnendamælaborðið en samt búið að fella það alveg niður á gólf og þarna vil ég bara hrósa ölgerðin aftur fyrir þeirra framsækni í því að við viljum taka þetta svona, við förum áfram og bara mjög flott gert við þeim. Það að þetta spurning hjá okkur, mér langar samt að spyrja eitt í viðbót þetta. Þetta kannski svolítið svona, ég kannski svolítið að íta svarinu samt aðeins, en þetta ekki mjög hvetjandi þegar starfsfólk sér gögnin og tekur þátt í þessu ferli bara alveg? Jú, og það mjög svo og það sem svona það sem þarf að huga líka í þessu einmitt traustið á gögnin og þetta kannski við vorum að ræða á leiðin inn í morgun þetta með það eitt að setja saman skýrslur mælaborðið eða hvað við kallum það, en svo þarf að virkja fólki í það að nota. En svo hinlutina það að fá fólk til að treysta það. Þetta ekki sýnin mín sem var, eða gögnin ekki eins. Þannig að þetta vissulega gefandi og skemmtilegt að einmitt að fara þessa vegferð, en þetta líka vandfarið til þess að koma þessu frá sér í ákveðnum bitum eða ítrunum þar sem að við erum ekki að skrúa frá krananum allalega strax. Já, akkurat. Hann Hjörtur Sigurðsson, hann þakka fyrir kynninguna og svo spyr hann verði kynningin aðgengileg á YouTube til að deila eftir á. Já, hún verður einmitt þannig að þið fari bara inn á síðun okkar, stafrænt.is og þá getið þið séð bara kynninguna þar og þið megið deila þessu bara alveg að vild, bara endilega. Bara þetta bara verkværi til að nota. Ég með eina spurningu viðbót. Hvernig hefur gengið að fá fólki með í þetta ferli að nota þetta, starfsfólki? Ég vísa nú bara til samtal sem ég átti núna í vikunni með viðskiptavini hjá okkur. Þar erum við í verkefni núna þessa dagana í því að innleiða í bæði greiningar á þeirra samskiptu við sína viðskiptamenn og líka innri greiningar þeirra bara álag á starfsfólk og þau eru með svona símaver sem að sinnir ákveðnum hlutum. En þar einmitt þetta
heyrðu, sýnin mín, það sem ég var með, Excel-skjalið sem ég var með, eða hvað sem ég var með áður, nú þetta er ekki eins núna. Og þá kannski fólk hikandi, það sér ákveðnar upplýsingar, en það er samt ekki með sömu sýnina, þannig að það krefst, þessi mannlegi þátturinn, það er kannski það sem ég dreif frá þessu, mannlegi þátturinn er mjög sterkur og það þarf að sinna honum, þetta er ekki bara tækni starf, þetta er ekki bara tæknileg innlegging, heldur, þetta snýst mikið mannlega hlutan og það má alls ekki vanmeta þann hluta, því að það er mjög sterkt og þetta spjall sem ég áttu þannig núna í vikunni var einmitt þetta, hvað getum við gert til þess að virkja fólkið, en hlutaði snýst líka það, okkur sem sagt, þeirra samstagsæli er það að segja söguna. Hvað er mælaborð, hvað er skýrslan, hvað er framsetningin að segja. Þetta er svona bara eins og að teikna leikrit, svona storyboarding. Hvernig spilast leikritið, hvaða notenda saga er í gangi. Þannig að við þurfum alltaf að tilhanga okkur þann hluta. Þannig að þetta er mjög, mjög gott og einmitt, mannlegi hluturinn er mjög sterkur í þessu. Já, algjörlega. Og fræðsla og þjálfun. Vissulega, já, algjörlega. Bæta stafræna hæfni, eins og maður kallar það. Já, og bara gott framtak hjá okkur hérna í þessu, þetta er bara frábært að sjá og fá að taka þátt í þessu með okkur hérna. Já. Það eru ekki fleiri spurningar sig, þannig ég bara þakka kærlega fyrir þennan fyrirlestur og bara takk fyrir að koma að heimsækja okkur og segja okkur frá sig. Takk aftur fyrir mig og bara gangi ekki vel og þetta er bara horfum björt í stafræna framtíð. Algjörlega, takk. Takk.